Já, komið sæl og velkomin á mánudags samkomu klukkan 8. Hvernig var þessi innkoma? Var ekki geðveik eða? Þetta svo rosalega yfirþyrmandi. Það kemur hérna tónlistin og alveg bara og svo maður frá að segja eitthvað og komið að því og þá dettur allt út úr hausnum á manni. Og ég veit ekkert hvað ég að segja og það er fullu salur fólki að horfa á mig og ég hugsa bara Thank God I know God. Það margt skelfilegt í þessum heimi en þetta kannski ekki það skelfilegasta. Það getur maður heldur það sko, þetta lygin sko. Ég bara þakka þér heilaga farir fyrir að við séum komin inn saman í þínu nafni að við séum að fara að lofa þig. Við séum að lofa og tigna þig, þitt heilaga Jesú nafn. Þú dóst á krossinum fyrir okkur svo við fengjum að lifa hérna. Við þið bara að hjálpa okkur að losa okkur við það sem við þurfum að losa okkur við. Við þið bara að hjálpa okkur að brjóta niður alla veggi sem við erum búin að byggja upp og ljúga sjálfum okkur að við séum aðskilin þér út af því að þú ert aldrei aðskilin okkur. Ég þakka þér bara fyrir að elska okkur. Ég þakka þér fyrir að við erum elskuð. Vitið að þið eru elskuð? Vitið það samt í alvörunni eða þið hugsið út í það, bara þessi pæling að vera alheims afl sem heitir Guð, Jesú Kristur, sem elskar okkur að öllum lífsins sálar kröftum. Og hvað sem við gerum, það skiptir engu máli hvað við gerum, við getum alltaf snúið til hans, hort í augun á honum, fengið augliti til hans og átta okkur á að við erum elskuð. Hann er bleið að tala það hérna Jesú, hann fór í gröfina en það er enginn eftir í gröfinni og þegar hann reis upp úr gröfinni og við ætlum nefnilega að syngja það út af því að þegar ég fór að trúa þessu breyttist allt lífið mitt og ég veit að lífið ykkar sem eru inni og eru kannski að spá í þessu hvort eða ekki mæli ég með svo sannarlega að lífi fullri gnægð fullri gnægð. I got it. Við ætlum að byrja þetta aðeins hérna. Við ætlum að telja í þetta. Við byrja í sé eða byrja hérna. Halleluja! Like me could never be saved, but everything changed. I remember the day when I heard him calling my name. Like a thief in the night, he's thinking, take your life. I was dead, now I'm alive and singing. I got stolen by the grave robber, picked me up from that rock bottom. Was my soul in that holy water, brought me back to life. One more stone sin of being saved by grace, but this dead man ain't dead no longer, all because of that great love. Even when you're thinking that you'll never be right, even though your mama praying for you every night, praying Jesus gonna find you and open your eyes, well maybe right now's that time. Like a thief in the night, he's thinking, take my life, resurrection. I got stolen by the grave robber, picked me up from that rock bottom. Was my soul in that holy water, brought me back to life. One more storm, roll away, one more sin, I've been saved by grace. But this dead man ain't dead no longer, all because of that grave robber. Yeah, taking my sin, taking my shame, breaking my soul out of these chains. I'm a dead man living, and God didn't take my sin, taking my shame, breaking my soul out of these chains.
by the great river. Pick me up from that rock bottom. Washed my soul in that holy water. Brought me back to life. I got stolen by the great river. Pick me up from that rock bottom. Washed my soul in that holy water. Brought me back to life. Yeah. One more storm blew away. One more sin. I've been saved by grace. This dead man dead no longer. All because of that great river. All because of that great river. La ruta di Gesù. La ruta di Gesù. Holy, 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 holy is the Lord. Holy, 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 holy is the Lord. Holy, 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 holy is the Lord. Yes, He is. Holy, 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 holy is the Lord. Holy, 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 holy is the Lord. Sing it, someone know. Holy, 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 holy is the Lord. Holy, 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 holy is the Lord. Goedan kvöldið, everyone. Well, that was a loud and nice entry. Well, welcome, everyone. So, Ole asked me short notice to do the opening tonight. And I want to take the moment to honor Ole. So, who in here knows Ole? Ole Haukur. A lot of people. So many of you, or few of you, I don't know that I work for Ole since about a year, which means I'm using the same office as Ole. And who knows that Ole is a collector? Yeah, he's a collector of things. If you need anything, most likely Ole has it somewhere. So actually, being in his office is like a little adventure because I'm always finding little treasures. So I know last year when I started working at Raumasetrit, I found a cross, a very nice, small, silver blue cross. And I have it in my office now because I moved a little bit away from him in the office, so I have my own little space. But I kept this cross because for me, the cross is a reminder what this is all about. There is one thing that I want to focus my eyes on, and that is Jesus Christ. So then yesterday, or it was actually last week, I found another treasure. And I want to ask my husband, Einar, to read it to you. Because it was also in Ole's office, but when I read it and saw, I was reminded again of what Ole shared with me the first time I met him in 24 about his vision for United. And it's something, it's in English called the Apostles' Creed. And it captures beautifully what we believe, what we stand for, and what actually United is built upon. And I want you to hear it in Icelandic. I'm still learning Icelandic, but I can say you this. Eftir lokferð, já, Baldur Freyr tala til okkar. Yeah, I'm getting there, but I want to let Einar read it, and I want to ask you,
maybe you close your eyes before we continue in worship and before we're going to take the offering. Yes, we want to sow into what Ole is doing because we believe what he's doing, what he has been doing for the past 14 years. So you can pay at the posse or there's buckets around. But please close your eyes for a moment and listen to what actually this is founded on. Já, það trúarjátningin. Ég trúi á Guð, Föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottin von, sem getinn af heilögum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á 3. degi, aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs Föðurs almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndana, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen. Father, I thank you. I thank you for this evening. I thank you for the opportunity to worship. I thank you for the opportunity to sing songs that tell you who you are. But Father, as we say, as I was praying before, there is this one verse in John where Peter says to Jesus, where else would I go? Who else has words of living life? Father, that's why we're here today. We need living life. We need life in every part of our souls. So I thank you that you meet us tonight, and I want to pray for just expectations in our hearts. Lord, we just don't want to sing songs. We want to meet you, and we want to be close to you. Thank you that you are close to us, no matter if you feel it or not. Thank you for truth, Lord. Thank you that you are the truth. Amen. Veröldin öll negið sig, sér hver sá, jörð, tungl og sól játi þig, ekkert hindrar mig, því lofar við, drottinn dýra dvelur hjá, vil vera nær þér, ég vil vera nær þér, drottinn dýrðar dvelur hjá, vil vera nær þér. Heiðri þig, veröldin öll negið sig, sér hver sá, jörð, tungl og sól játi þig, ekkert hindrar mig, því lofa við,
flashes of lightning, rolls of thunder. Blessing and honor, strength and glory and power be to you, the only wise King. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Let all creation
Þegar nóttin til enginn hér. Drottinn Guð minn, hér ég, krýp á kné og ég þakka þér. Gegnum allt hefur leitt mig, þegar nóttin dimm, enginn hér. Þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, eilífum Guð. Þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, eilífum Guð. Þú sem skapaðir heim, heldur veröldin í hendi þér. Þú sem skapaðir höf og lífið sjálft í hjarta mér. Þú lítur þú til, heldur utan allt landið þjóð og veitir mér styrk þinn gegnum lífsins ólgu sjó. Þig vil ég lofa,
Ekki hlaupa. Góð kvöldi. Sé ekkert framan í ykkur. Eigum við að rísa saman á fætur og setja hendurna á hjartað okkar. Segjum bara, elsku Jesús. Ég býð þér að koma inn í hjarta mitt í kvöld. Sýndu mér það sem þú vilt sýna mér. Í Jesú nafni. Amen. Yndislegt að fá að vera með ykkur hérna í kvöld. Ég mér sérstakur salur fyrir mig. Ég bað konunum að einhvers staðar hérna. Það var þetta bara tvískipt. Voru ekki með 3 raðir. Og hún sagði já. Það er fyrir hvað 13 árum eða ekki? Eitthvað svoleiðis. Hvað mikið búið að breytast á 13 árum. Það skiptir ótrúlega miklu máli að finna réttan lífsförunaut, en það skiptir enn meira máli að vera réttur lífsförunautur. Hafi ekki tekið eftir því, það er allir að leita sér að rétta makanum sem er ekki í sambandi, eða þú veist, samt í dag er líka þannig. Þetta er allt orðið svo opið. En það er enginn að reyna að vera rétti makinn. Hafi ekki tekið eftir þessu? Nei. Ekki? Ertu að reyna að vera rétti makinn? Ég ætla að tala í kvöld fyrir ykkur, ég ætla bara að taka þetta upp hérna, fyrir ekki með það. Þið sko ég ætla að tala að klefinn hann er opinn og ég satt inn í fangaklefanum og þá er ég að meina bara inn í klefanum mínum, ekki upp á Litla-Hrauni, ég satt þar líka og ég var bara fastur þar allt og lengi. Og það er svo áhugavert, sko, það er svo áhugavert að hugsa til þess að Jesús er þegar búinn að greiða allt gjaldið. Og reitt amen við því. Þarna 2, getið fengið fleiri amen. Þetta verður mjög skemmtilegra ef þið verður svolítið svona lífleg, sko. Tækið svolítið þátt, mér langar svo til þess að þið fáið eitthvað út úr þessu. Mér langar svo til þess að þið öðlist frelsi eftir að hafa hlustað út í kvöld og mér langar svo til þess að Drottinn snerti við hjarta ykkar. Og ég ætla að byrja á setningu sem að ég skrifaði sjálfa mig og hún er svona. Fangaklefinn sem ég dvaldi í vegna sársauka fortíðarinnar var í raun opinn en mig skorti hugrekki til að horfast í augu við tilfinninguna og þess vegna gekk ég ekki út í frelsið. Ég vil svo þið heyri hvað stendur þarna, það stendur ekki að hurðin hafi verið læst, það stendur ekki að einhver hafi haldið mér inni, það stendur að klefinn hafi verið opinn allan tíman og ég hafi bara setið kyrr. Ég satt kyrr í mörg ár, ekki að því ég væri heimskur, ekki að því mér langaði að vera þarna. Ég satt kyrr að því að það eina sem beið mín fyrir utan dyrnar var ég sjálfur. Og ég var það síðasta sem ég vildi horfast í augu við. Sum ykkar viti nákvæmlega hvað ég er að tala um. Og við getum alveg verið hreinskilin efnin eða vímuefnin eða áfengið. Áfengið eða vímuefnin voru bara verkjalyf, deyfilyf. Það virkar, það gerir nákvæmlega það sem það á að gera. Það deyfir tilfinningarna mína, það slekkur á óttanum mínum, það dregur mig svona einhvern veginn og réttlætir að ég geti setið inn í fangaklefanum. Í smástund er hljótt. Vandinn er ekki að það virki ekki, vandinn er að það virka bara meðan það endist. Ég skrifaði þetta flóttann. Flóttinn er bara blekking því það að neita að horfast í augu við erfiðleikana gerir það verkum að sorgin safnast fyrir í undirmeðvitundin okkar og dregur okkur hægt og rólega inn í kvölina. Það við fengið að smakka myrkrið, það við fengið að smakka kvölina, það við fengið að smakka að líða eins og það sé engin leið út. Ömuleg tilfinning. Langar bara til þess að slökkva ljósin og að maður vakna aldrei aftur.
Ég man daginn þegar ég kvaddi mannesku sem ég átt að standa með. Víman hafði sigrað mig og mér fannst einfaldlega miklu betra að hlaupa í burtu en að horfast í augu við aðstæður. Ég hendi lyklinum, ég ætlaði ekki að líta í baksýn í speilin framar. En hér er það sem ég áttaði mig ekki á og þetta er hjartað í því sem ég vil segja ykkur í dag. Það var samt óttinn minn að horfast í augu við sjálfa mig sem mitt raunverulega stríð snerist um. Ég hélt ég væri hugrakkur af því að ég hljóp inn í hvaða aðstæður sem fórnaði mér fyrir hvaða málstað sem en það var óttinn sem rak mig áfram. Að ég trúi því að hugrekkið sem Guð gefur okkur til þess eins fallið að læra að horfast í augu við okkur sjálf. Því það eina leiðin til að breytast. Það að gangast við sjálfum sér eins og við erum. Horfast í augu við mig eins og ég Það eina leiðin til þess að öðlast frelsi. Og í þessum heimi sem við búum í dag, þú veist, það er sama hvert þú horfir, ruglið er bara allstaðar. Og það alltaf verið að reyna að fá þau til að gera eitthvað annað en að fókusa sjálfa þér. Og þetta er þú veist, alveg sérstaklega á Íslandi, þú veist, það allir að drífa sig eitthvað, það tekið eftir. Maður hittir eitthvað, blessa maður, gott að fyrir, gegga maður, nóg að gera, brála að gera maður, drífa mig maður. Hvert er þetta að drífa þig? Ég hef bara að prófa að spyrja fólk að þessu. Hvert er þetta að drífa þig? Heim? Hvað það að gera? Skrolla síman eða eitthvað. Á hvaða flótta erum við? Við erum á flótta frá okkur sjálfum. Og við sjáum það ekki eins og Að því að narratífan sem við segjum okkur að það sé ótrúlega mikið að gera og viljum vera hlaupum. Hlaupum undan okkur sjálfum. Hvernig veit ég það? Því ég hef verið þar. Alltaf að drífa mig. Allt hitt var hliðarstríðið mitt. Reiðin út í kerfið, reiðin út í lögguna, reiðin út í fólki sem hafði brugðist mér. Ég þurfti bara á því að halda fá að vera reiður út í einhvern. Því það var eina leiðin til að geta lifa með sársaukann með að beina reiðin eitthvað annað. Nóg að vera reiður yfir í dag, Við erum alltaf á með og móti, eða ekki? Þetta með Trump, nei, móti Trump, ESB, móti, með, eða. Svo höldum við að sé betra að vera öðru hvorum megin. Eða ekki? En þú bara í sama leiknum, alveg sama hvar þú Það bara verið að aðskilja fólk. Við vorum ekki sköpuð til að vera aðskiljum, við vorum sköpuð til að vera tengd. Við vorum hönnuð til að vera í tengslum. Og við sjáum það í dag, þú veist að fólk bara, það er svo fólk hati að hata, eða elski að hata. Elski að vera reitt. Við erum bara flótta frá okkur sjálfum, flótta frá því að gangast við hver ég Það það erfiðasta sem við gerum í þessu lífi. Ég drap mér næst í því á þjónustu. Alltaf að hjálpa einum viðbót. Alltaf að sína öllum ég væri breyttur. Sannaði fyrir öllum heiminum, búin að þýða bókina minn á 5 tungumál og ég var að vinna með mig í þerapíu. Ég sá hennan part af mér sem alltaf að sanna fyrir öllum. Að ég sé orðinn góður, ég ekki lengur vondur, ég er góður. Ég sá bara vítaringi sem ég var fastur í, Svo sá ég herbyggi fullt af fólki sem elskar mig eins og ég Fólki mitt. Fólki sem elskar mig, fólki sem skiptir mig máli. Það það eina sem skiptir máli, Af því það alltaf einhver einn enn til þess að sanna fyrir að núti. Það er fólkið þitt sem skiptir þig máli. Og við þurfum að snúa okkur á þeim, við þurfum að snúa okkur á okkur sjálfum og við þurfum að ná í það sem að skiptir máli. Reiðin út á við var þægilegur en sannleikurinn inn á við. Efnið þægilegur en þögnin. Svo lengi sem þú átt eitthvað til að kenna þá þarft ekki að mæta sjálfum þér. 7. Og það það sem heldur þér lokuðum inn í klefanum sem með opna hurð. Að þú bara kennir ykkur öðrum að þú reynir að varpa ábyrgðina á einhvern annan en þig. Af því að
þú veist, leið og við gerum eitthvað á okkur, leið og við lendum í ykkur og þá búum við okkur til frásögu hvernig hlutirnir eru til að lifa með þeim. Til að taka ekki ábyrgð, þetta út af, þetta er út af þessu, út af hinnu, þetta. Allt þess að taka ekki ábyrgð og þetta er bara hugurinn okkar að hjálpa okkur, heldur að sér hjálpa okkur, að segja okkur einhverja sögu svo getum við lifað með þessu. En vandinn þegar við fyrir að trúa söguna þá getum við aldrei feysað ábyrgðina. Og það er svo mikilvægt að tökum ábyrgð. Segja ábyrgð. Segja ábyrgð. Það eru 4 að taka ábyrgðina. Ég ætla að tala þessu lýina sem einhver annar sagði þér eða þú fórst að upplifa. Og mér langar svo að segja ykkur hvers vegna það er svona ógnvekjandi að horfa inn á við. Af því að flest okkar eru ekki hrædd við að sjá það sem við gerðum. Við erum hrædd við að sjá staðfestingun á því sem okkur var sagt eða við upplifum að við værum sem börn. Þegar ég var lítill, þá var ég sleginn og ég skrifaði svona það. Högginu fylgdu skilaboðum verðleika minn. Þú gerir aldrei neitt rétt. Einhverju sem var refsað hérna á spatt. 2. Einhverju sem leiðin sem var alltaf að gera mistök á hann spatt. 4. Ef við ekki að vera heiðarlega í kvöld, þetta er ekki samkomu. Það sem ég upplifi að ég var einskisvirði. Ég tók við skilaboðunum gagnrýnislaust og 7 ára börn rífast ekki við fullorðna sannleiksgildi þau trúa. Og það sem barn trúir sjálft sig, 7 ára verður að stýrikerfi inn í 35 ára. Ég kalla þetta grunnlígar, ósanna sögum okkur sjálf sem við lærðum áður en við höfum nokkurt val, sem stýrir hegðun okkar löngu eftir að við erum hætt að heyra hana. Þín er kannski öðru sem mín. Ég er byrði, það er eitthvað að mér. Ég er einskisvirði, ég verð aldrei nógu góður, alveg sem að hvað ég geri það verður aldrei neitt nógu gott. Ef þau vissi hvernig ég er í alvöru þá færu þau. Það fara alltaf allir. Það hafna mér allir. Það vill ekki vera með mér. Ég er svarti sauðurinn. Tengið við það. Og hér kemur það grimmilega. Þú notar ekki efnin þrátt fyrir lygina. Þú notar efnin til þess að lifa af lygina. Efnin eða síman eða hvað það er sem þú ert að flýja í, sko. Það er endalaust að flýja í dag, sko. Hvað er mikið í síman? Matur. Það er bara endalaust að flýja í. Þess vegna dugar ekki að hætta bara. Af því að efnið var svarið við sögu sem einhver annar skrifaði um þig. Ef þú tekur bara verkjalífið af manneskju og skilur sárið eftir ósnert og hefur ekki læknað hana, þú hefur bara skilið hana eftir eina með sársaukann. Sárið þarf að fá að opnast. Og þess vegna krefst þetta hugrekki sem ekki bara viljastyrks. Við getum alveg að fara langt á viljastyrknum en við þurfum að gangast við því. Við þurfum að gangast við okkur til að breytast. Við þurfum að þora að horfa inn á við. Það er það sem er flókið. Snið mér að ritningunni, yndislega orð Guðs, því að hún er ekki mjúk við okkur á þessum stað, hún er hugrakkar en við. Í Sálmi 139 stendur bæn sem ég held að sé hættulegasta bæn sem til er. Rannsakaðu mig Guð, þekktu hjarta mitt, prófaðu mig og þekktu hugsanir mínar, sjáðu hvort ég geng á glötuna vegi og leiddu mig minn eilífa veg. Takk eftir hverju hann er að biðja um. Hvað er hann að biðja um? Hann er að biðja um að sleppa. Hann er ekki að biðja um að sleppa. Hann er að biðja um að vera skoðaður alveg í botn. Að einhver sjáu bara allt sem ég hef gert. Allt sem ég hef hugsað. Skoðaðu mig. Af hverju ósköpunum ætti maður að biðja þessa bænar? Af því að örfáum versum fyrr í sama sálmi stendur að Guð hafi þegar séð allt saman. Hann þekkir þig. Hann veit allt sem þú hefur gert. Hann samt elskar þig. Hugsa sér. Ég man þegar að Jesús sagði við mig, þegar þú varst að meiða börnin mín, þá elskaði ég þig. Hvernig er þetta hægt? Hefur ykkur meitt barnið þitt? Ég veit ekki hvað ég myndi gera þegar ykkur meiði börnin mín. Mér langar ekkert að elska hann.
Nú er bara með hann. En það minn kærleikur ekki eins og hans kærleikur. Hann þekkir setun okkar, hann þekkir botnin okkar, hann þekkir uppreisnin okkar, hann veit orðið áður en það kemur á tungun okkar. Og þetta byggjum okkur hvílu í undir djúpum, þá er hann þar. Það er ekkert eftir að opinbera. Það er ekkert af þinni sögu sem mun koma Guð á óvart. Ekki neitt. Það eru við sem höfum falið mest. Það eru við sem höfum aldrei sagt neinum. Það eru við sem höfum vissum að fólk og hann myndu snúa við okkur baki ef þau myndu sjá hver við erum í raun og veru. Þetta er allt í okkur. En hann fór ekki þótt hann vissi. Það er þetta sem gerir sjálfskoðunina mögulega. Að þú horfist ekki í augu við sjálfan til að refsa þér. Þú gerir það af því einhver sem þekkir því alveg í gegn þegar búin að ákveða að vera hjá þér. Af því hann elskar þig. Þrátt fyrir allt. Og það er munurinn á sjálfsrannsókn og sjálfsniðurrifi. Sjálfsniðurrif skilur þig eftir minni, en sjálfsrannsóknin í nærveru þess sem elskar þig skilur þig eftir frjálsari. Og þú verður frjálsari. Og skömmin, hún lifir eingöngu í leyndinni. Hún lifir, og þetta gerist næstu aldrei þegar við erum einu. Í Jakobsbréfinu stendur, játið því hver fyrir öðrum syndir ykkar. Biðjið hver fyrir öðrum til þess að þér verði heilbrigðir. Hver fyrir öðrum, uppátt, við aðra mannesku. Það er ekki tilvíðan að hver einasti bati sem virkar í heiminum það byggir á því sama að segja satt uppátt í herbyggi þar sem einhver er að hlusta á því. Það er unni sporin. Frelsandi. Af því að þegar við finnum að við erum ekki dæmd, af því að þú veist, það er svo mikið frelsi í því að geta bara sagt eitthvað sem er búið að tæra mig að innan. Verstu leyndamáli mín. Þannig að ég ætla aldrei að segja neinum. Og þið eruð í þannig herbyggi núna, þú og Guð. Nú þarf ég að tala um hitt, því að hingað til hef ég talað um það sem var gert við okkur. En það er bara helmingurinn. Sum okkar sitja hérna með það sem við gerum sjálf. Við höfum meitt fólk, við höfum meitt börnin okkar, foreldra okkar, maka, vini, sem stóðu með okkur lengur en okkur hefði átt að þurfa. Og við meiðum oftast þá sem eru næstir okkur mest. Er það ekki? Við stálum, við lugum, við hurfum, við beittum jafnvel ofbeldi og sum okkar eiga sér ár þar sem við getum alls ekki horfst í augu við það sem við gerðum. Ég ætla ekki að segja ykkur að það hef ekki verið neitt, það var eitthvað. Ég veit það því að ég á mín ein ár sem ég átti erfitt með að horfast í augu við. Ég átti erfitt með, en ég hef viðrast og ég hef beðist afsökunar án þess að eiga nokkra von á því að mér sé fyrirgefið. En það er eitt sem hefur þegar fyrirgefið mér og það er Jesús. Amen. Og hann hefur líka fyrirgefið þér. Það eina sem þú þarft að gera er að taka við fyrirgefningunum hans. Það eina sem þú þarft að gera er að leyfa honum að koma inn í hjarta þitt, að leyfa honum að segja þér hver þú ert, svo að þú sért ekki að segja þér hver þú ert, af því að þú segir þér hver þú ert út frá lygunum sem þú trúir sjálfa þig. Hvað gerist þú horfir í speilin á morgnana? Hvað segirðu við þig? Þetta er spurning. Sjá hvað, en þú er búin að borða úkislega mikið nammi í gær. Hvað sérðu þá í speglinum? Já, mjög gott að gera það. En hugsaðu það líka alltaf. Það er mjög gott. Langflestir eru hinum einn, sko. Við erum alltaf fljótust að taka okkur sjálf niður. Við myndum aldrei tala við nokkurt mann eins og við tölum við okkur sjálf. Ímyndið ykkur. Það er blasa maður, rosalega búin að fitna maður. Vá, rosalega bara tjöppi kinnar maður. Hvað, svafst eitthvað illa í nótti? Það varst að bara nammi eitthvað, rosalega. Ertu eitthvað, býtu, buxnaðina krumpar og þetta er engin verið kringu þig, sko. Samt gerum við þetta við okkur sjálf, sko.
Það ekki? Áhugavert. Náð þýðir ekki að ekkert hafi gerst. Náð þýðir að það er búið að borga reikningin. Og þetta kemur það sem ég vil að þið heyri skýrast af öllu sem ég segi í dag. Jesús greiddi gjaldið fyrir þig. Þannig að það hefur verið mjög gott að segja amen. Og það er þú sem þarft að átta þig á því og það er þú sem þarft að vinna vinnuna. Ég get alveg viðurkennt að það pirrar mig oft þegar fólk segir að þetta er bara allt á krossinum. Bara allt á krossinum. Þú veist, kannski búin að koma ógeðslega illa fram við makaðinn. Þú veist, og situr einhver aftan í sal sem að nýbúin að gera makanum sínum eitthvað. Já, þetta er allt á krossinum. Gjaldið hefur verið greitt en við þurfum að vinna vinnuna, systkini. Við þurfum að horfast í augu. Við þurfum að breytast. Það er eina leiðin. Og Jesús gerir það ekki fyrir okkur. Hann gefur okkur alveg náða tímabil, en við þurfum að læra mistökunum okkar. Við þurfum að skoða mistökunum okkar og við þurfum að læra af þessu. Því að það er þú sem þarft að labba út úr skömminni, það er þú sem þarft að labba út úr fangelsinu og það er þú sem þarft að velja að hætta að halda á ásökuninni gegn sjálfu þér. Þetta er þungt. Því í þínu lífi er stærsti saksóknarinn þú sjálfur. Hugsaðu þetta sem sjáðu fyrir ykkur réttasal. Það er réttasalur og dómari kemur og segir: nú er því engin fordæming fyrir þá sem er í Kristi Jesú. Mjög góður. Greip hana. Og hvað þýðir það? Engin fordæming. Er ekki búin að leysa undan þessu? Er það ekki? Engin fordæming, málinu lokað, gjaldið greitt. Svo er bara einn í salnum sem neitar að setjast niður. Hann heldur áfram að lesa upp ákæruna gegn sjálfum sér. Stendur hann dag eftir dag, ár eftir ár, löngu eftir að dómarinn farin heim. Þá stendur hann með ákæruna og ákærir sjálfan sig aftur og aftur og aftur. Ég er ekki nógu góður. Það hafna mér allir. Ég fá aldrei að vera með. Ég er bara ofbeldismaður. Ég er bara aumingi. Ég er einskisvirði. Ég er ekki nóg. Og það er svo mörg okkar sem höldum á ákærunni gegn okkur sjálfum. En Jesús er búinn að segja sér frjáls. Hann gerir ekkert meira en það. Hann malbikaði leiðina, við þurfum að labba hana. Amen. Þú ferðir við sömu skjölin okkur einasta kvöldi, þú kannt ákæruna utan að og þú er búin að flytja hana 1000 sinnum og þú er ekki einu sinni íhugað að láta hana niður. Þú verður bara aldrei nóg. Það þarf eitthvað aðeins meira. Og hérna er spurningin sem ég vil skilja eftir hjá okkur. Hverjum þjónar það? Ekki þeim sem þú meiddir, ekki einum einasta. Sá sem þú særðir fær ekki tilbaka við það að þú hatir sjálfan þig í 20 ár. Og það besta gjöfin sem þú getur gefið ykkur meðan þú er brotið á okkur með að lifa góðu lífi. Það besta gjöfin sem þú getur gera að lifa góðu lífi. Og þú getur ekki lifa góðu lífi og stöðu þetta ásaka sjálfa þig. Þú getur ekki borga skuldina með skömmunni. Þú getur bara borga hana með breyttu lífi. Og hérna er hitt sem ég vil segja um mistökin sjálf. Mistök er ekki bara mistök, þau verða visku þegar þú lærir af þeim. Visku sem Drottinn gefur þau til að vaksa af. Þetta mistök eru bara ef ég er alltaf að gera sama hlutin aftur og aftur. En þegar ég ger eitthvað, renn á raskatið og ég læri eitthvað að því, þá heitir það viska. Hvernig hljóma það? Hætti að gera mistök og lifa bara í viskunni. Og það er það sem Guð vill fyrir okkur. Það er það sem að hann er góður faðir, er það ekki? Er það ekki? Ég vil ekki að börnin mín gera engin mistök. Mér finnst geggjað að gera mistök.
og getum við talað saman mistökin og við getum lært eitthvað að þeim. Því þá veit ég að það þurfi ekki að gera mistökin aftur. Reynslan þín ekki einskis virði þó hún hafi verið dýrkeypt. Hún kannski það dýrmætasta sem þú átt. Því það kemur dagur þar sem einhver sest á móti þér í þessu sama herbyggi með sömu skelfinguna í augunum. Og þú komst með. Og þú verður eina manneskjan í salnum sem getur sagt við hann, ég veit hvar þú ert, ég kem þaðan og það hægt að komast út og aftur heim. Og þá stæðsta lygin eða stæðsti sásökin í lífiðinu allt í einu orðin lykill að framtíð annarra. Að þú þekkir leiðina heim, að þú þekkir leiðina til hans, að þú þekkir að brjótast út úr því sem viðkomandi að berjast við. Amen. Þá ákæran orðin að vitnisburði. Sama sagan, allt annað hlutverk. Og það sem Guð vill fyrir okkur. Það eitt viðbót þennan réttasal. Ég ætla ekki að tala mikið lengur. En dómstóllinn situr ekki bara yfir þér leið og hann komin upp, snýr hann sér út. Í herbyggi eins og þessu nefnilega alltaf til röð og þið vitið það að minnstakosti gerði ég aldrei það sem hann gerði. Sú röð ekki endilega illkvittin, hún verkjalyf. Og veist alveg svo efni var og í smá stundu hljótt því að meðan ég raða öðrum fyrir neðan mig sem aðeins verra en ég, þá líður mér aðeins betur með sjálfa mig. Þessi hann ennþá að reykja. Þessi að sofa hjá fyrir hjónaband, ég nýbúin að gifta mig og hættur í. Ég svo góður. Og þetta enn eitt verkjalyfi til að benda eitthvað annað en á sjálfum okkur. Til að horfast ekki í augu við mig. Og þar ég að tala einhvern annan en mig sem á verri stað en ég. Og það heldur mig bara föstum. Þetta sami dómstóllinn. Þetta bara annar sakborningur. Og þú bara reflektar skömminni sem þú að halda á. Og það er svo erfitt að halda á hana að þú ekki að feysa hana, þá verður að benda á einhvern annan. Bara einhvern. Tengið við þetta? Ein manneskja? Ég tengi við þetta. Og takið eftir í hverju dæmi harðast, það alltaf sá sem dæmi sjálfan sig harðast. Sá sem hefur ekki fengið neitt nema fordæmingu, á hann ekkert annað að gefa og við getum ekki gefið mildi sem við höfum aldrei fengið. Og Jesús sagði í 2 orðum, dæmið ekki! Og hvað gerum við í kirkjunni? Við dæmum ekki, það er nokkuð. Erum við eitthvað að dæma? Þetta kukla, þetta og þessi ekki að mæta samkomu og þessi ekki að gera þetta og það ekki? Myndu bara þegar ég finn að mér langar að dæma eitthvað þá staldra ég við og hugsa bara ok, hvað í þessum aðila sem í mér? Því ég alltaf að dæma sjálf á mig sko. Ég alltaf að dæma mér allt sem kemur út mér kemur hvaðan kemur það? Því ég að tala kemur það ekki mínu hjarta? Það ekki? Og hann útskýrði í næstu andrá og hann talaði mannin sem sér flísin í auga bróður sín sem tekur ekki eftir bjálkanum í sín megin. Dragðu fyrst bjálkanur í þínu einu auga, sagði hann, og þá sérðu nógu vel til að hjálpa bróðinum. Hann segir ekki þú aldrei að hafa skoðun á neinu, hann segir þú sjáir ekki nógu vel til að hjálpa nokkru manni meðan þú situr í þínum eigin klefa. Þarna hefur gott að segja amen. Fyrirgefning ekki gjöf til hans, hún lykillinn að þínum eigin klefa. Og svo það hitt sem að, fordæmingin, hún gerur okkur óhæft til að hjálpa og frelsi gerur okkur hæf til að hjálpa. Og því meira okkur sem öðlast sannarlega frelsi, því meira brýst út vakninga meðal okkar. Af því að þegar þú fer að öðlast frelsi, þá mun nærvera þín frelsa aðra. Af því að sannleikurinn í þér, Kristur í þér. Við hefum ekki að vera bara kristin í kirkjunni, sko. Við höfum að kristin í umferðinni. Við höfum að kristin þegar við höfum að yfir kaffibóll einhvers staðar að tala við eitthvað. Við höfum að vera kristin í vinnunni.
Við höfum ekki verið kristin í kirkjunni, sko. Það ekki þörf á því, sko. Það þörf á því fyrir utan kirkjuna. Og svo hitt sem miklu nær okkur að það hljómar og ég skrifaði þetta reiðina. Hverjum veitir svo reiði réttlæti? Allavega ekki þeim sem axlar hana. Ætla ég að leyfa henni að valda mig biturleika og leiða mig þannig inn í fangelsi þar sem kvalar minn heldur áfram að pína mig. Þú veist, það ekki hitt talað um réttláta reiði. Já, fyrir hvernig hún réttlátt? Já, því þessi gerði eitthvað svo hræðilegan hlut, þetta réttlátt að ég má vera reiður út í hann, ég ætla að vera ógeðslega reiður og fá háan blóðþrýsting og vera ógeðslega óheilbrigður. Svo réttlátt. Það ekki eftir réttlátt við reiðina að hún bitnar bara mér sem heldur á henni. Hún bitnar ekki á henni með öðrum. Þú kannski ástöðunum minni líka, ég með þau líka. En sá sem ég reiður út í, hann kannski bara að borða kókabáks eitthvað stað. Og ég svo heini sem siti uppi með reikninginn og manneskjan sem ég get ekki hægt að hugsa með reiði býr inn í höfðunum og ekki að borga með neina leigu. Hugsið ykkur. Hún veit ekki svona því. Kannski bara svoandi. Þess vegna fyrirgefningin ekki gjöf til viðkomandi, heldur hún lykillinn á okkar eigin frelsi. Þá komum við að því sem ég held að sé erfiðast fyrir okkur öll að læra að elska okkur sjálf. Ég veit að sum okkar krumpast við þessu orð og það hljómar eins og eitthvað mjúkt, eins og afsökun, eins og leyfi til að halda áfram eins og maður en það ekki það sem ég á við. Að elska sjálfan sig ekki að hrósa sér, það ekki að segja allt sem þú gerðir hafi verið í lagi. Að elska sjálfan sig að hætta að vera ósammála Guði hvers virði þú ert. Það að hætta að vera ósammála Guði hvers virði þú ert. Hlustum að Sálm 139 aftur. Þú skapaði nýru minn, þú ófst mig í móðu lífi. Ég lofaði fyrir það, ég undursamlega skapaður. Hann henti svo ekki í einhverja hrærivél þegar hann bjóði til, hann óði í móðu kviði. Vitið þú veist, á ákveðnu tímabili í meðgöngunni, þá bara allt í einu, augun eru lokuð, þá bara eins og komið nýfur og skeri hérna og augun opnast. Ímyndið ykkur. Hann óði í móðu kviði. Þú varst ekki til fyrir tilviljun. Þetta lest í lok bókarinnar minnar manngildi okkar breytist ekki við ofbeldið sem við erum beitt. En því miður missum við trú á verðleik okkar og verðleikin okkar er okkur eðlislegur og við öðlumst virði strax þegar líf kviknar innra með okkur. Og það ekkert sem getur tekið það virði frá okkur. Heyrið munin, þú tapar ekki verðmætinu, þú tapar ekki trúnaða, þetta eitthvað allt annað vandamál og það eru miklu betri fréttir en þú heldur að verðmætið hefði horfið, þá væri ekkert eftir að sækja. En ef það hvarf, en það sem hvarf var trúin þín á það. Og hann hægt að endurheimta. 1000 lítrar ofan í þig, fullt af eiturlyfjum, breyta engu að virða okkar. Sama hvernig 20 ára neyslu, afbrótaferill, dómurinn, ekkert getur breytt virðiðinu. Ekki neitt. Og dýrmætur, einstakur og átt skilja að vera elskaður. Af hverju að þú ert mannvera, að þú ert barn Guðs. Og allar mannverur hafa þetta, þau eru dýrmætar, einstakar og átt skilja að vera elskaðar. Það sem einhver gerði þér þegar þú var 7 ára breyti því ekki, þótt að þau breyti í hverju þú trúðir. Og hér er ástæðan fyrir því að þetta skiptir máli en ekki bara falli hugsun. Jesús var spurður hvað æðsta borðið. Hann svaraði með 2, elska Guð og þú skalt elska náungan eins og sjálfa þig. Og ef þú fyrirlítur sjálfa þig þá er mælengi sem þú hefur til þess að elska aðra með því og þess vegna er sjálfshattur ekki auðmýkt. Það er dygð. Það að læra að elska sjálfan sér ekki eigingirni, það er forsenda þess að þú getur gefið nokkrum manni skapaðan hlut. Því að elskan, hún rekur út óttan, og fullkomin elska rekur út óttan og sjáu hvernig þetta gengur upp. Þú trættu við að horfa sjálfa þig, óttin heldur í klefanum, þótt að hurðin standi opin. Og það eina sem rekur óttan út er ekki meiri viljastykkur, ekki meiri skömm, það er ekki einhver hrópi á þú þurfa að taka þig á, að þú verður að gera betur og þú þarft og þú verður. Það eina sem rekur óttan út er að elska Guðs. Og þú að læra að elska þig, að taka við henni. Þess vegna byrjar batinn ekki á því að þú lagar þig svo þú verður elskverður. Hann byrjar á því að þú ert elskaður eins og þú ert í dag á mánudegi með allt sem þú komst með inn í þetta herbyggi. Alveg sama hvað. Þú ert elskaður.
þú átt skilið að vera elskaður. Jesús segir þetta það sem Guð sendi. Hann sendi mig til að græða þá sem hafa sundumar í hjarta til að búða herteknum frelsi og fjötruðum lausn. Að búða herteknum frelsi ekki sagt við frjáls fólk eða það. Það er sagt inn í klefan, það er sagt í þann sem hefur setið svo lengi að hann hættur að trúa því að hann getur losnað. Ég vil segja það sama við ykkur, ég segi hvern einasta einstakling sem sest á móti með þú ert ekki einskisverði, þú ert dýrmætur, einstakur og elskuverður. Og ég veit að það er auðveldara að segja en að trúa. Og ég hef verið í 19 ár að vinna með sjálfa mig, að læra að gangast í sjálfu mér, að læra að horfa inn á við, að læra að taka mig í sátt. Mér fannst miklu betra að vera bara þjón ykkur. Þá þurfti ég ekki að vera að horfa á mig. Ég var bara flúið inn í það að þjóna og bara elda skottið á mér í því. En það var ekki fyrir ég fór að horfa inn á við. Sem að frelsið kom raunverulega. Að ég gat tekið við þessu. Að ég gat verið elskaður. Og það er sagt hvað sem hún trúið ekki, sannleikurinn býður þolinmóður við þröskuldin, tilbúin að koma beint inn í hjartað þitt. Það enda á 2 hlutum. Svo fyrir maður sem ég kynntist og hann dó í fangelsi og ég skrifaði hann hafði aldrei fengið viðeigandi hjálp, aldrei hjálp við áföllum æskunnar, aldrei hjálp við að horfast í augu í sársaukann og orðin sem ég valdi voru þessi, aldrei hjálp við að taka sjálfan sig í sátt og þora að tilheyra samfélaginu á ný. Að taka sjálfan sig í sátt og þora að tilheyra, það er þetta tvennt sem ég er að biðja ykkur í dag og hvorugt gerist í einrúmi. Við tilheyrum ekki í einrúmi og við tökum okkur sjálf í sátt ekki í einrúmi. Við þurfum á hvort öðru að halda. Er það ekki? Og svo seinni eru síðustu orðin sem ég skrifaði til lesta bókarinnar og ég meina þau til ykkar hérna núna. Staðan okkar í lífinu er summa ákvarðana okkar, byggt á okkar eigin vali. Það sem ég veit og fyrir víst að ef að staða þín er ekki góð eða það hana verri, þá þarf það ekki að vera þín framtíðarstaða. Og þetta líka sem ég vilji taki með ykkur út síðan öðru fremur. Það er einmitt það sem ég vil skilja eftir hjá þér, að þú hafir líka gert þitt besta. Þú gerði þitt besta með þau spil sem þú hafur á hendi. Það afsakar ekki það sem þú þarft að gera upp, en það þýðir að þú mátt hætta að hata þann sem þú varst þegar þú kunnir ekki betur. Getur fengið smá tónlist. Klefinn þinn er opinn og frelsið þitt er fyrir utan hann. Og það krefst gríðarlegs hugrekkis að fara út úr klefunum og horfa í augun á sjálfum sér. Ég veit ekki hvort sem hún þekkir Jesú eða þekkir ekki Jesú, þá ætla ég að tala til þín núna. Kristur er hér til þess að elska þig. Til þess að halda í höndina þeim og feysa sjálfa þig. Ég hef þetta farið gegnum ótrúlega erfiða tíma síðan að ég kynntist Jesú og síðasta árið þá er ég búinn að fara á dýptina að vinna með sársaukann í fortíðinni minni og oft var þetta næstu í óyfirstígalegt. Ég er að finna hluta af mér sem þorði ekki að tala við mig, litla hrædda stráka sem voru fastir ennþá inn í sársaukann. En Jesús er hér til að gefa þér tækifæri til að segja já við hann, til að stíga út úr fangaklefunum þínum. Og ef þú vilt stíga út úr fangaklefunum þínum, ef þú vilt halda í höndina á Jesú, þá langar maður að bjóða þér að standa á fætur. Af því að Jesús, það er svo mikilvægt að við skiljum að Jesús borgaði gjaldi fyrir okkur, en við þurfum að vinna vinnuna. Við þurfum að taka ábyrgðina. Hann fríaði okkur ekki ábyrgð, hann fríaði ekki sjálfan sig ábyrgð. Hann gaf okkur tækifæri fyrir nýtt líf. Mér langar að bjóða þér að koma hérna fram og gefa Jesú Kristi allt. Það krefst hugrekkis. Það krefst hugrekkis að vera svo fyrsti sem kemur. Þegar fyrsti kemur þá er einhver annar sem þorir. En það er alltaf einhver einn sem þarf að stíga fram
og segja, hér er ég. Svo þegar við sjáum að einhverju komnir að þá þórum við líka að fara. Þá ætlum við líka að standa á fætur. Þá ætlum við líka að segja, ég get ekki meira, ég ætla ekki lengur að meiða mig. Ég ætla ekki lengur að vera fastur í þessum víta hring sem heldur aftan mér. Ég ætla að gefa þér allt, Jesús. Við finn innra með mér hjarta mitt berjast Því það eru svo margir hérna að þú ert að hugsa með þér og ég fara fram og ég fara fram og ég ekki fara fram. Hvað á ég að gera? En Jesús er að kalla inn í hjarta þitt. Af því þú ert dýrmætur og þú ert dýrmætt og þú ert það besta skilið. Og það besta er að elska Guð af öllu hjarta og að elska náungan eins og okkur sjálf. Og það er einmitt þegar við mögulegast þetta frelsi að geta elska okkur sjálf sem við sleppum skömminni. Og skömmin er svona eins og bakpoki sem við erum hægt að finna fyrir. Við finnum hann ekki fyrir við erum búin að sleppa henni. Finna það ennþá fólk hérna sem er að ég koma, ég ekki koma, ég fara, ég ekki fara. Það ættu bara að skrifa, ekki vera hræddur. Ekki vera hrædd. Hvað er að óttast annað en óttan? Það er bara ekkert að óttast annað en óttan. Sem að biðja bæn. Sem að biðja 2 bænir og sem að segja, elsku Jesús, ég gef þér líf mitt. Ég iðrast synda minna og ég biðja fyrirgefa mér. Ég trúi því að þú sett sonur Guðs. Og ég vil vera barnið þitt í dag. Og svo ætlum við að biðja þessa hættulegu bæn. Er eitthvað til í þessa hættulegu bæn? Er það ekki? Rannsakaðu hjarta mitt, Drottinn. Kíktu allstaðar inn. Hjálpaðu mér að sjá skömmina sem ég er að halda á og ég finn ekki og sé ekki. Frásöguna sem ég hef sagt sjálfum mér sem er ekki sönn. Í Jesú nafni. Amen. Skulum lúta að þig og leifum Jesú og leifum heilugum anda að tala inn í hjartað okkar. Það er andinn sem talar inn í okkur. Heilagur andi, viltu bara koma núna og tala inn í hjörtu hvers og eins. Vilt þú sýna þeim það góða fagur og fullkomna? Vilt þú sýna þeim hver þau eru? Vilt þú sýna þeim virði þeirra? Vilt þú sýna þeim skuggan sem skyggir á hver þau eru í raun og veru? Það er þú sem gefur opinberanir. Það er þú sem að leysir. Það er þú sem að brýtur okið. Það er þú sem ert olían sem að leysir allt. Það er þú sem að kallar fram það besta í okkur. Í Jesú nafni. Amen.